Góðan dag, kæru gestir. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin á þennan veffund sem haldinn af BSRB undir yfirskriftinni Rekstur og fjármögnun íslenska heilbrigðiskerfisins. Hvað vill þjóðin? Þessar mundir þá vonumst við öll til að við stöndum á ákveðnum tímamótum að það versta sé að baki okkur í baráttu við kórónuveirufaraldurinn. En það alveg ljóst að það hefur reynt mjög okkar grunnstoðir í gegnum þessa baráttu og það hefur kannski hvað síst leitt vel í ljós hversu mikilvæg heilbrigðisþjónustan okkur öllum, þar sem við höfum treyst á hana, bæði út frá heilbrigði og öryggi í gegnum þennan faraldur. Við vitum að álagið hefur verið gríðarlega mikið og það kemur líka í kjölfar tímabils sem einkennist af miklum niðurskurði í kjölfar bankakreppunnar, þannig að fólk var að hlaupa hratt fyrir. Þrátt fyrir að heilbrigðiskerfið hafi aldrei sýnt sig og sannað í gegnum þessa lotu, að þá eru mjög harðar raddir uppi það að það að fara að auka einkavæðingu, sem auðvitað áhugavert í ljósi þess að heilbrigðiskerfið ætti líklega aldrei að hafa sannað sig með skýrum hætti eins og í gegnum þessa tíma. BSRB hefur í gegnum tíðina barist hart gegn einkavæðingu á heilbrigðiskerfinu, enda teljum við að við treystum best öryggi og gæði þjónustunnar með félagslegu kerfi. En til okkar komið Rúnar Vilhjálmsson, sem prófessor í félagsfræði við hjúkrunardeild í Háskóla Íslands. Og hann hefur unnið að rannsóknum á íslenska heilbrigðiskerfinu og afstöðu almennings til þess í gegnum tíðina. Og nú hann kominn í dag til að kynna nýjar niðurstöður á könnun sem Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands gerði meðal landsmanna nýlega. Mig langar að minna fundargesti á að það hægt að bera upp spurningar í gegnum chatti og vona að þið nýti tímann þegar við hlustum á Rúnar. Gjörðu svo vel, Rúnar. Takk fyrir það, Sonja, og komið þið sæl. Það mér mikil ánægja og með miklum áhuga sem að ég kynni hér þetta efni með ykkur í dag, rekstur og fjármögnun íslenska heilbrigðiskerfisins, hvað vill þjóðin? En mér langar að byrja á því áður en ég fer lengra, sem þetta ræða aðeins heilbrigðiskerfi og hvernig þau eru byggð upp og hvernig þau bera sig saman milli landa eða svæða og svona hver árangur af félagslegri heilbrigðisþjónustu sem hér var minnst á. Og þá aðeins heilbrigðiskerfi. Í svona fræðilegri umræðu þá stundum gerður greinarmunur á ferns konar kerfum. Okkar kerfi telst til félagslegra kerfa en síðan einnig til önnur skyldutryggingakerfi eru til dæmis algeng í Vestur-Evrópu og við þurfum aðeins að skoða hér slærurnar. Við berum svo saman þessi heilbrigðiskerfi aðeins með tilliti til árangurs að þá má skoða það bæði út frá aðgengi að þjónustu, út frá hlutfallslegum kostnaði og þá verið að tala kostnað á móti árangri og síðan út frá bara almennum mælikvarðum á lýðheilsu. Og þá standa félagslegu kerfin býsna vel í þessum samanburði heilbrigðiskerfanna. Og með félagslegum kerfum erum við að vísa til Norðurlandanna og Bretlands meðal annars. Þau standa sig vel þegar kemur að aðgengi. Þau standa sig líka vel ef við skoðum kostnaðir á móti lýðheilsu árangri. Auðvitað eru þetta dýrkerfi en í ljósi lýðheilsu árangurs að þá má segja að hlutfallslegu kostnaður sem hér talað hann sé komið hvað best út í þessum kerfum almennt séð og samir að segja þá almennt mælikvarða á lýðheilsu.
En auðvitað getur verið mismunandi niðurstaða eftir einstökum löndum, en þegar það niðurstöður eru dregnar saman þá þetta algeng niðurstaða. Ef við lítum aðeins á íslenska heilbrigðiskerfið nánar, að þá telst það eins og ég sagði til félagslegra kerfa og það hafa verið dregnar upp svona kjörmyndir eða ídealtýpur af félagslegum kerfum. 8 liði má nefna í því. Fyrsta lagi almennan rétt til heilbrigðisþjónustu. Heilbrigðisþjónusta ekki sem sagt eitthvað sem að menn verða sér út á grundvelli þess í hvaða mæli þeim tekst það út frá kaupgetu og annarra slíkra þátta heldur til þarna almennur réttur. Kerfinu ætlað að tryggja jafnt aðgengi og þjónustan fyrst og fremst fjármögnuð af hinu opinbera í því skyni. Þetta hangir saman. Hið opinbera skipuleggur líka þjónustuna og greiðir veitendum hennar fyrir sína þjónustu. Notendur hafa lítinn kostnað sjálfir eða engan af því að nota þjónustuna og hið opinbera á að mestu aðstöðuna. Og það veitt heimild í félagslegu kerfunum til einkareksturs en honum eru settar meðvitaðar skorður, getum við sagt. Aðeins einkavæðingu sem hefur verið minnst hér á. Það þrennt sem að heyrir undir einkavæðingu. Fyrsta lagi gæti það verið eignasala og við erum með dæmi það úr íslensku stjórnmálalífi og efnahagslífi þegar að eignir ríkisins eru seldar og færðar í hendur einkarekstrar aðilum. Í öðru lagi væri það tilfærsla á rekstri og þá tölum við einkaframkvæmd þar sem að yfir tíma verður tilfærsla á rekstri frá hinu opinbera til einkaaðila. Einkaframkvæmd getur svo verið með ólíkum hætti. Hún getur verið bara á opnum markaði, óskipuleg einkaframkvæmdarþróun, en hún getur líka verið í gegnum svokallaða þjónustusamninga. Og í þriðja lagi erum við með einkafjármögnun og það gerist þá aukin einkafjármögnun getur falist í því að sjúklingar þeir þurfa að greiða hærri iðgjöld til tryggingafélaga, þar sem að tryggingafélög tryggja vegna heilbrigðisþjónustu, eða þá að þeir þurfa að borga meira úr eigin vasa fyrir þjónustu á þjónustustað. Allt tengist þetta einkavæðingu í fræðilegri umræðu. En það vill svo til að í íslenskri umræðu að þá gætir oft hugtakarruglings þegar kemur að einkavæðingunni og þá sérstaklega vegna þess að sumir vilja greina hugtakið frá einkarekstri og þá verður til þessi ruglingur og ég nefni hérna bara að tilvíðum svona 3 dæmi úr almennri umræðu heilbrigðismál. Hér einn texti frá deildarstjóra greiningadeildar sjúkratrygginga og það var grein sem hét einfaldlega einkarekstur ekki einkavæðing og það fjallað síðan í þeirri grein. Svo var formaður Læknafélags Reykjavíkur þáverandi með umfjöllun þetta sama og þar var meðal annars sagt að einkarekstur væri nefnilega allt annað en einkavæðing. Svo þáverandi heilbrigðisráðherra, svo við höldum þessar umræðu áfram, þá er ég ekki hlynntur einkavæðingu var haft eftir ráðherranum í ríkiskerfinu. Ég hins vegar mjög hlynntur og hallur undir einkarekstur í heilbrigðiskerfinu. Og áfram, það stendur ekki til að einkavæða íslenska heilbrigðisþjónustu á meðan ég gegni þessu embætti. Það er hins vegar skýr skil á milli einkavæðingar og einkarekstrar. Svona getum við haldið áfram. Þannig að það hefur verið á Íslandi og ég held meira heldur en í norrænu umræðunni og eða í þeirri engilsaxnesku privatization og privatisering á norrænum málum virðist hafa miklu skýrari skilgreiningu og í opinberri umræðu meðal nágrannalanda en hér hefur verið vilji til þess að gera þarna greinamun og kljúfa þarna á milli einkarekstrar og einkavæðingar sem að má kannski segja að sé þá til einhvers konar heimabrúks í íslenskri umræðu en ekki í samræmi við hvorki fræðilegar skilgreiningar eða svona almenna umræðu í nágrannalöndum sem maður fylgst með. En það er vandi sem getur fylgt einkafjármögnuninni og hann er vel þekktur og með aukinni einkafjármögnun í formi útgjalda sjúklinga þá verður oft til aukin frestun á eða niðurfelling á heimsóknum til þjónustuaðila
og minna að fólk leysi jafnvel út lyf sem að því eru ávís. Og þess vegna mikilvægt, og það eru nú flestir sammála að setja einkafjármögnun verulega skorður í heilbrigðiskerfum, en það misjafnt hversu langt menn vilja ganga í því. Því einkafjármögnun getur valdið ójöfnuð í aðgengi, eins og hér sagt. Nú, það stundum talað það að þau auki kostnaðarvitund, þessi gjöld, og það sé mikilvægt að sjúklingar viti hvað þjónusta sem þeir eru að fá, hvað hún kostar, bæði þá sjálfa og hið opinbera, en það má auðvitað spyrja á móti hvers vegna það ætti að vera keppikefli að sjúklingar væru sér meðvitaðir það hvaða kostnaður væri að baka hinu opinbera. Nú, það gert ráð fyrir því líka gjarnan að gjöld af þessu tagi dragi úr óþarfri þjónustunotkun, en ekki nauðsynlegri leit að hjálp eða aðstoð, en þetta virðist nú ekki ganga öllu leyti eftir því að við sjáum að langveikir og þeir sem eru með fjölkvillavandamál, oft með fremur alvarleg heilbrigðisvandamál og jafnvel lífshættuleg, að þeir yfir tímabil hafa hærri tilhneigingu til frestunar stakra heimsókna heldur en þeir sem hafa minni þörf fyrir þjónustuna og nota hana sjálfa. Þannig að það ekki hægt að halda því fram að það sé bara verið að draga úr óþarfri þjónustunotkun með sjúklingagjöld. Nú, einkaframkvæmd stundum sögð bæta gæði og árangur þjónustunnar og stundum sögð hlutlaus líka, og það skiptir ekki máli hver ekki þjónustuna. Þetta hvort ekki eitthvað sem hefur verið haldið fram í umræðunni, en það er til fjöldi rannsókna á einkaframkvæmdinni, þessari rekstrarlegu einkavæðingu, og ýmis svona álitamál þar sem þarf alltaf að hafa í huga. Eitt tenging einkaframkvæmdar við hækkun á þjónustugjöldum. Það eitt sem við sjáum oft gerast í þróun einkaframkvæmdar í löndunum í kringum okkur, og það að þetta tengist stundum hvert á eftir öðru. Og þá komum við aftur að aðgengismálunum. Nú, þjónustusamningar við einkaaðila eru mjög flóknir, því heilbrigðisþjónustan flókin, og það getur orðið ákveðinn ósveigjanleiki vegna samningana sem menn eru bundnir af í tiltekinn árafjölda þegar á að fara að gera breytingar. Þetta hafa menn líka bent á, þó að þeir séu oft kynntir til sögunar sem fyrirbæri sem auki sveigjanleiki heilbrigðisþjónustu, þá getur hið gagnstæða komið í ljós í reynd. Og þessum samningum oft ábótavant þegar kemur að gæðum eða viðurlögum við frávikum frá gæðum. Og það tengist því líka að eftirlit oft takmarkað með þjónustusamningum meðan á samningstímanum stendur. Stundum að eftirlit fari í gang þegar á að fara að taka upp samninga aftur í lok tímabilsins. Þá fari menn að horfa í baksýnisspegilinn. En það eftirlit líka oft takmarkað. En á meðan að samningu stendur mjög algengt að lítið ekkert eftirlit sé með framkvæmdinni. Nú, annað sem má nefna, og það að aðilar í einkaframkvæmd þeir veita sjaldnast heildstæða þjónustu. Flókin og erfið tilfelli og auðvitað mistök ef einhver verða lenda oft hjá opinberum þjónustuaðilum. Og það má segja að opinbera þjónustukerfi sé bakland, eins konar bakland í þessari einkaframkvæmd í félagslegu kerfum. Og þetta hefur nú verið talið líka, það til hugtak sem heitir rjómafleyting, þegar rjóminn fleyttur af og erfiðu tilfellin fara annað í heilbrigðisþjónustunni. Nú, svo hefur verið fleira sem þarf að skoða, eins og til dæmis þetta með að einkaframkvæmd beinist of að meðhöndlun sjúkdóma og minna að fyrirbyggingu og forvörnum, og beinist meira að einstaklingum en lýðheilsu og lýðheilsuhópa, sem mjög mikilvæg, og við séum það núna á COVID-tímum hversu lýðheilsuhópa mikilvægt viðfangsefni heilbrigðisþjónustunnar. Síðan þetta eitt atriði líka sem ég held að sé vert að hafa í huga, og það að einkaframkvæmd hún getur leitt til ósamfelldrar þjónustu og ósamhæfðari þjónustu. Þetta eru þá stakir aðilar sem að veita afmarkaða þætti heilbrigðisþjónustunnar, oft í samkeppni hver við annan. Og síðan þetta að það eru fáar rannsóknir sem benda til þess með einhlítum hætti að einkaframkvæmd dragi úr kostnaði. Heildarkostnaður virðist ekki lækka almennt við einkaframkvæmd,
sérstaklega þegar er að ræða einkafyrirtæki í hagnaðarrekstri, heldur getur þvert á móti aukið hann og þarna eru vitnanir það meðal annarra. Þannig að það eru ýmis álitamál og ekki hægt að fullyrða það fyrirfram að einkaframkvæmd sé hlutlaus. Nú lítum aðeins á tölur þróun útgjalda. Þetta eru tölur frá síðustu útgáfu Efnahags- og framfarastofnunarinnar og OECD þróun heilbrigðisútgjalda. Við sjáum þarna að Ísland er mjög nálægt en þó heldur yfir Evrópameðaltali en liggur nokkuð undir útgjöldum til heilbrigðismála í samanburði við nágrannaþjóðirnar. Þar sem Svíarnir verja mestu fé og þar á eftir Norðmenn og Bretar. Og síðan koma þá Danir. En Finnarnir eru næst okkur, en þó með heldur hærri framlög. Nú ef við skoðum síðan kostnaðarskiptinguna milli hins opinbera og einkaaðila, þá gerðist það á árunum eftir hrunið að hlutur einkaaðila í fjármögnun heilbrigðisþjónustunnar, mér liggur við að segja illu heilli, jóks. Með öðrum orðum það sem gerðist eftir hrun var það að hið opinbera skar meira niður í útgjöldum til heilbrigðismála en sem svaraði lækkun þjóðarframleiðslunnar og ein birtingarmyndin af því var að hlutfall einkaútgjalda eða útgjalda einstaklinga það jókst þrátt fyrir að almennur efnahagur væri á niðurleið. Og það er kannski svolítið kaldhæðið að þetta var einmitt á tímum vinstristjórnar sem að þetta ferli fór af stað í svokallaðar hreinnar vinstristjórnar. Þetta ferli fór af stað. En það er önnur saga. En síðan hefur orðið jákvæð þróun og við sjáum það þarna ef við berum saman tölurnar fyrir einkaaðilana milli 2015 og 2018, við erum ekki með nýrri tölur þarna, þá sjáum við að hlutfallið hefur lækkað, það er að segja hlutfall reikningur einstaklinga og heimila með öðrum orðum í heilbrigðisþjónustunni hefur hlutfallslega lækkað á móti hinu opinbera. Og það er þá, getum við sagt, út frá þessum sjónarmiðum félagslegrar heilbrigðisþjónustu jákvæð þróun. Nú, ef við svo skoðum þessa einkafjármögnun í samanburði við önnur lönd, þá sjáum við að línan þarna sýnir hvar við liggjum núna. Við höfum verið að lækka og það sýnir þarna munurinn á þessum tveimur súlum fyrir Ísland, þessari ljósgrænu og þessari fjólubláu. En við liggjum í einkafjármögnunni enga síður ofan við Danmörk, Noreg og Svíþjóð sem eru algeng samanburðum hjá okkur í heilbrigðismálum. Við erum hins vegar með lægri einkafjármögnun en Finnar sem hafa sögu hærri einkafjármögnun í heilbrigðisþjónustu. Þetta er eldri glæra og ég set fyrirvara við hana, en hún sýnir gefur tilefni til að skoða aðeins rekstrarlegu áherslurnar, það er að segja einkareksturinn á móti opinbera rekstrinum. Og þetta er út frá, og það er algengt að menn meti vægi einkareksturs og opinbers reksturs út frá fjölda innlagna eða fjölda heimsókna og þarna verður að skoða fjölda heimsókna og hvernig þær hafa þróast. Ég hef ekki náð í öllu leyti nýjar tölur fyrir 2018 sem var meiningin fyrir alla þessa þætti, þannig að þessna gat ég ekki haft þá með, en það sem ég ætlaði að segja bara í örstuttu máli var að þessi glæra sýnir svona lengri tíma þróun sem hefur átt sér stað í því að það hefur dregið úr heimsóknum í opinbera geira heilbrigðisþjónustunnar á undanförnum árum, bæði þegar kemur að göngudeildum og heilsugæslu, opinbert rekinni heilsugæslu. En á móti hefur orðið vöxtur og þó mestur í heimsóknum til sérfræðinga í stofuumhverfi, stofurekstri. Og þetta eru býsna brattar breytingar sem snúa að heimsóknum í stofurekstri og þær snúa þá að sérfræðingum sem að fyrst og fremst í þá þjónustusamningi við sjúkratryggingar, samkvæmt heildar- eða rammasamningi sjúkratrygginga við Læknafélag Reykjavíkur. Svo er aukning líka í læknavakt og þarna er ekki komnar inn til að sýna þetta ennþá skýrar þessar heilsugæslustöðvar sem hafa komið inn eftir 2014 sem eru einkareknar hér í Reykjavík. Þannig við sjáum svona ákveðna rekstrarlega þróun þarna en á hinn bóginn þegar við skoðum fjármögnunina
þróun í þá átt að einstaklingar beri hlutfallslega minni kostnað. Þannig að þetta er svona það sem við getum séð núna, en það væri forvitnilegt að fá ennþá nýrri tölur þarna umsvifin í opinbera og einkageiranum í heilbrigðisþjónustu. Ég ætla aðeins að segja örstutt orð útgjöld heimilanna, en svo komum við að þessari viðþorfakönnun og nýju niðurstöðunum viðþorfi. Sú könnun sem ég gerði á sínum tíma ítarlega kostnað, hún sýndi að hann leggst misjafnlega á einstakling og heimili, og ef við skoðum hlut heilbrigðisútgjalda í beinna útgjalda einstaklinga af ráðstöfunartekjum heimilis, að þá voru það þeir sem að námsmenn, einstaklingar utan vinnumarkaðar, atvinnulausir, lágtekjufólk, langveikir og öryrkjar sem höfðu hærri útgjaldaprósentu af heimilistekjum. Og þetta er auðvitað eitthvað sem er ávallt áhyggjuefni. Ég vona að þessar tölur séu að fara niður og við séum að fara í meiri jöfnuðar þegar kemur að þessum útgjöldum. En það er sem sagt áformað að endurtaka þessar mælingar og skoða þessa hluti núna með nýrri landskönnun. Og við sjáum líka að greiningar einstaklinga, það er að segja hvaða sjúkdóma þeir greinast með, hefur áhrif á þeirra útgjöld veruleg. Bláa súlan þarna sýnir þá sem ekki eru með krónískan sjúkdóm og upphæðir sem þeir greiða fyrir læknisþjónustu og lyf á ári. En svo eru þarna lengst til vinstri krabbameinssjúklingar, taugasjúklingar og geðsjúklingar sem eru þarna með miklu hærri kostnað á ársgrundvelli. Það er einnig áformað að skoða þetta eftir greiningum í framhaldinu og uppfæra þessar tölur. En við vonum að það sé að verða til meiri jöfnuður eftir greiningum sjúklinga á útgjöldum þeirra fyrir læknisþjónustu og lyf og reyndar aðra heilbrigðisþjónustu. Svo hér er auðvitað verk að vinna því við sjáum að afleiðingin er frestun og hér sjáum við, eða niðurfelling á þjónustu, og við sjáum hér þessi tengsl að þegar að útgjöld vegna læknisþjónustu og lyfja hjá einstaklingum fara upp fyrir ákveðin mörk, að þá stóreykst frestunarhlutfallið miðað við það þegar að þessi útgjöld eru mjög lág. Þannig að við viljum halda útgjöldum einstaklinga sem lægstum vegna heilbrigðisþjónustu sem þeir þurfa á að halda. Og við erum með greiðsluþátttökukerfi, svo ég ljúki því, fyrir heimsóknir í heilbrigðiskerfinu sem við þekkjum mörg. Það er hámarksgreiðsla vegna komugjalda fullorðinna og lægri hámarksgreiðsla vegna aldraðra og svo vegna barna í sömu fjölskyldur ákveðin hámarksgreiðsla. Og það eru margar heimsóknir þarna inni en ekki allar sem að snúa heilbrigðiskerfinu. En göngudeild og slysadeild, bráðamóttaka, heilsugæslustöð, sérfræðingur á stofu og þeir sem sækja þjálfun, þeir eru inn í þessu kerfi. Samir að segja lyfin, 4 þrepa lyf, lyfjagreiðslukerfi, endurgreiðslukerfi, þannig að við greiðum fyrir lyf í 4 greiðsluþrepum að fullu á fyrsta þrepi, en svo greiðum við 15% af þrepinu þar fyrir ofan og 7,5% af þrepinu þar fyrir ofan, og á efsta þrepi greiðum við ekki neitt fyrir þann kostnað sem þar umfram. Og það eru lægri mörk fyrir þrepin meðal fullorðinna og lífeyrisþega og aldraða. Það er ein takmark með þessa kerfis er í fyrsta lagi að það er ekki öll lyf inn í kerfinu og það er heldur ekki allar heimsóknir inn í þessu kerfi. Þeir sem fara til sálfræðings á stofu til dæmis er ekki ennþá inn í þessu kerfi og ekki heldur þeir sem leysa út ýmis lyf sem ekki eru lyfseðilsskyld eða eru lyfseðilsskyld en samt ekki inn í kerfinu. Þau eru til. Og svo vantar heildargreiðslu, hámarksgreiðslukerfi. Þetta eru 2 kerfi sem tala ekki saman. Og verkefni framundan væri að búa til 1 hámarksgreiðslukerfi vegna heilbrigðisþjónustu. Bæði komu, gjalda og lyfja. En lítum þá á könnunina viðþorf Íslendinga. Hver eru þau til þessa kerfis, reksturs og fjármögnunar? Og þá komum við þessari nýju könnun sem að Sonja nefndi hérna í upphafi, sem að var framkvæmd af Félagsvísindastofnun. Það voru 842 þátttakendur og þeir eru hluti af svokölluðum netpanel Félagsvísindastofnunar á aldrinum 18 ára og eldri á öllu landinu. Það var ákveðið að vigta þessar niðurstöður eftir aldri, kyni og fleiri bakgrunnsþáttum til þess að tryggja sem mesta samsvörun við þýði, þar að segja heildarhóp
Íslendinga á aldrinum 18 ára og eldri. Og þessi könnun frá mars 2021. Og hér sjáum við þá afstöðu Íslendinga til opinbers rekstrar eða einkarekstrar. Og ég hef sett þessa mynd þannig upp að núllið þarna í ásnum þýðir að menn hallast þá hvorki til aukins opinbers rekstrar eða til opinbers rekstrar fyrirgefið eða einkarekstrar. Ef að menn eru ofan við núllið þá hallast þeir til að meðaltali til opinbers rekstrar. Og þetta eru meðaltöl það hvort menn hallast upp gagnvart opinberum rekstri sem hérna fyrir ofan núllið eða niður sem væri þá í átt til einkarekstrar. Og við sjáum hvar meðaltölin liggja samkvæmt þessari mynd. Myndin sýnir að það er stöðningur, menn hallast til opinbers rekstrar fremur en einkarekstrar í öllum þjónustuþáttum sem vekur auðvitað mikla athygli. En menn hallast hins vegar mismikið til opinbers rekstrar eftir tegund þessa rekstrar eða rekstrareiningum. Við sjáum að menn hallast mest til opinbers rekstrar þegar kemur að sjúkrahúsunum, þar er súlan hæst. Svo hallast menn einnig býsna hátt til opinbers rekstrar þegar kemur að heilsugæslu, hjúkrunarheimilum og tannlækningum barna og nokkru minna gagnvart heimahjúkrun og geðheilbrigðisþjónustu. En þetta eru niðurstöður sem sýna þá þennan halla í þessa átt að meðaltali hjá landsmönnum. Það vekur auðvitað athygli að varðandi rekstrarþætti sem eru nánast eingöngu í einkarekstri, að þar hallast þjóðin fremur í opinbera heldur en í einkaátt. Við sjáum að það varðandi læknastofur hér, sjúkraþjálfun og tannlækningar fullorðinna og reyndar líka sálfræðiþjónustu. Nú ef við skoðum síðan hlutföll og þá hef ég tekið saman hér hlutföll þeirra sem að telja að hið opinbera í fyrst og fremst að reka heilsugæslu, sjúkrahús og svo framvegis. Það eru þeir sem telja þá að ríkið eigi aðalega eða eingöngu að reka þessa þjónustu. Og svo eru það þá í miðjunni þeir sem að telja að þetta eigi að vera jöfnum höndum í blönduðu kerfi og svo þeir sem að telja að það eigi fyrst og fremst að vera einkaaðilar sem að reki þessa þjónustu. Og við sjáum hér að góður meirihluti landsmanna að meðaltali styður að það sé ríki eða sveitarfélög sem að reki heilsugæslu, sjúkrahús, hjúkrunarheimili, heimahjúkrun og tannlækningar barna koma hér einnig inn. Ef að menn telja það ekki, að þá er stuðningurinn fyrst og fremst við blandað kerfi, ef menn telja þetta ekki. Og það sem vekur athygli er hve lítill stuðningur er við það að það séu fyrst og fremst einkaaðilar sem reki nokkuð skapaðan hlut í íslensku heilbrigðiskerfi. Það vekur auðvitað verulega athygli í okkar kerfi. Við sjáum að það er helst að það sé stuðningur við að það sé eingöngu einkaaðilar sem reki, já við getum sagt hér sjúkraþjálfun og tannlækningar fullorðinna, en þó eru þessar hlutastölur undir 20 þarna eða við 20%. Nú tannlækningar fullorðinna fara niður í 11,2% og læknastofunar sem eru einkareknar fara niður í 10%. Þannig að það sem að myndin sem birtist þarna er þá svo að góður meirihluti telur að þið opinber eigi að reka heilbrigðisþjónustan og þó einkum stærri rekstrareiningarnar. Að öðru leyti sé reksturinn í einhvers konar blönduðu umhverfi. En það er sára lítill stuðningur satt að segja við það að það séu fyrst og fremst einkaaðilar sem reki heilbrigðisþjónustu af hvaða tagi sem er, samkvæmt þessum niðurstöðum. Og svo má hins vegar greina þarna mismunandi afstöðu. Það er ekki þannig að allir séu algjörlega á sama máli. Þetta voru heildarniðurstöður. En við sjáum að stuðningur við opinbera rekstur heilsugæslunnar, hann er heldur meiri meðal kvenna. Við sjáum að meðaltalið fyrir alla er þarna efst 67,6% varðandi heilsugæsluna. En við sjáum að konur, þær standa svona dyggilegar á bakvið opinbera reksturinn en karlar. Framhaldsmenntaðir, það vekur athygli þarna,
þetta hefur ekki komið eins skýrt fram í fyrri athugunum, en framhaldsmenntaðir, þeir styðja, og þá er ég að tala um framhaldsskóla eða háskólamenntaða, þeir styðja svona heldur ákveðnar við hugmyndina opinbera reksturinn. Lágtekjuheimilin, fremur en betur stæðu heimilin, styðja við opinbera reksturinn, sömuleiðis íbúar á landsbyggðinni og stuðningsmenn annarra flokka en Sjálfstæðisflokksins. En þar, við förum út fyrir Sjálfstæðisflokkinn, þá er þarna þó töluvert breytt í afstöðu stuðningsmanna flokkana. Og í tilfelli Sjálfstæðisflokksins er reyndar hlutfallið undir 50%, það er í eina dæminu varðandi stuðningsmenn flokkana. Það fer undir 50%. En síðan ef við skoðum afstöðu til opinbers reksturs sjúkrahúsa, þá er hann miklu eindregnari, getum við sagt, og það er minni munur á milli hópa yfirleitt þegar við skoðum svona eindregna niðurstöðu. En við sjáum þó að það er heldur meiri stuðningur við opinbera reksturinn meðal framhaldsmenntaðra og lágtekjuheimila og íbúa á Norðurlandi, og það vakti svolítið athygli hversu öflugur stuðningurinn er þar við opinbera rekstur sjúkrahúsa, 94%. Og svo stuðningsmanna Viðreisnar, VG og Samfylkingar. En þar er stuðningurinn við opinberan rekstur sjúkrahúsa þetta á bilinu 85 til 100%. Og þetta var í eina tilfellinu sem við fengum 100% af niðurstöðu og það var í tilfelli stuðningsmanna Samfylkingarinnar. Allir þeirra hver og einn einasti þarna í könnuninni studdi opinberan rekstur sjúkrahúsa. Ég tók líka út hérna aðeins geðheilbrigðisþjónustuna. Við hefðum getað farið auðvitað yfir alla þessa þætti, það hefði orðið of mikið af tölum og of mikið af niðurstöðum. En hér sjáum við að svona 54% styðja opinbera rekstur geðheilbrigðisþjónustu almennt séð og sem er meirihluti, en svo er meiri stuðningur meðal kvenna, heimila með lægri tekjur og stuðningsmanna Pírata, VG og Samfylkingar við opinbera rekstur geðheilbrigðisþjónustu. Mig langar aðeins að skoða síðan niðurstöður hér varðandi þróun í afstöðunni til opinbers reksturs og einkareksturs og þá sjáum við að það er áfram afgerandi stuðningur við opinbera rekstur sjúkrahúsa og þetta er ekki tölur sem hafa breyst mikið, helst kannski frá 2017 þegar stuðningurinn mældist mestur, en þetta eru tölur frá 2006 til 2021. Yfirgnæfandi stuðningur við opinbera rekstur sjúkrahúsa. Hann hefur verið mjög afgerandi einnig þegar kemur að heilsugæslustöðvum, en þarna sjáum við ákveðna breytingu núna 2021. Það er heldur fækkun í hlutfallinu sem styður opinbera rekstur á heilsugæslustöðvum og þeir sem ekki gera það þá, þeir væru þá að styðja einhvers konar blandað kerfi. Og við sjáum að þessi afstaða hún er bundin hérna við Reykjavík fyrst og fremst og tengist þeim breytingum sem hér hafa átt sér stað á Reykjavíkursvæðinu varðandi rekstrarform heilsugæslustöðva. Það er ekki miklar breytingar frá fyrstu mælingum í afstöðu til hjúkrunarheimila en heldur lækkun á afstöðu til opinbers reksturs þeirra frá 2017 og heldur lækkun líka á afstöðu til opinbers stuðnings við tannlækningar barna en áfram býsna mikill stuðningur við opinbera rekstur þess. Og ef við skoðum stuðning við einkareksturinn, það er að segja að það séu fyrst og fremst einkaaðilar sem reki heilbrigðisþjónustuna, þá hefur sá stuðningur breyst lítið þegar kemur að læknastofu. Það er eiginlega alveg, það er mikill stöðuleiki þar í viðhorfum. Varðandi það að einstaklingar reki, eða einkaaðilar reki fyrst og fremst læknastofur en heldur aukning í stuðningi við tannlækningar fullorðinna á einkagrundvelli. En sem í heild, og ef við skoðum líka aðra þætti þarna sem að ég hef ekki sett á þessa glæru, þá sjáum við ekki mikla breytingu svona í afstöðunni til þróunar viðhorfa varðandi einkaaðila, þeir reki fyrst og fremst heilbrigðisþjónustu. Þannig ef það dregur eitthvað úr stuðningi við opinberan rekstur, þá er hann í þann hóp sem að tala fyrir blönduð kerfi, bæði einkaaðila og ríkis, ef slíka breytingur er ræða. Ekki breytingu yfir í þátt að einkaaðilar reki fyrst og fremst þjónustuna.
Og ef við skoðum fjármögnunina, þá sjáum við að það nokkur hópamunur, ekki mikill samt, á afstöðu til þess að hið opinbera verji meiru fé til heilbrigðisþjónustu. Í heild voru það 78% sem töldu að hið opinbera ætti að verja meiru fé. Þessi stuðningur meira opinbert fé til heilbrigðisþjónustu meiri meðal kvenna en karla. Hlutfall kvenna sem styðja það 86%. Og grunnskólamenntaðir styðja þarna fremur en framhaldsmenntaðir meira opinbert fé. Þarna víxlast niðurstaðan því að það voru framhaldsmenntaðir sem að vildu fremur opinberan rekstur en grunnskólamenntaðir vilja frekar meira opinbert fé. Þannig að það svo sem áhugavert. Og svo sjáum við þarna heimili með lægri tekjur standa svona heldur dyggilegar á bakvið meira opinbert fé og stuðnings með Samfylkingar og Pírata. Ef við skoðum þróun í viðhorfum til fjármögnunar þá sjáum við þarna nokkra lækkun á afstöðu þeirra eða fjölda þeirra fyrirgefið sem vilja að meiru fé sé varið en nú Við sjáum heldur lækkun í því hlutfalli frá því sem áður var og enga síður mikill meirihluti sem að styður það. Og sú lækkun stafar af hækkandi hlutfalli þeirra sem vilja óbreytt fé. Það ekki að fjölga þeim sem vilja minna fé. Það ekki eftir því líka til heilbrigðismála. Mér langar svo að lokum aðeins að nefna nokkur atriði til umhugsunar. Félagsleg heilbrigðiskerfi, þau koma almennt vel út þegar við lítum til aðgengis, lýðheilsu og hlutfallslegs kostnaðar þessara kerfa. Það sé kostnaðar á móti lýðheilsu árangri. Íslenska heilbrigðiskerfi víkur í talsverðu máli frá kjörmynd félagslegs heilbrigðiskerfis, þeirri kjörmynd sem ég dró upp þarna fyrst. En hins vegar þá hneigjast Íslendingar til opinberrar fjármögnunar heilbrigðisþjónustunnar og þeir hneigjast líka til opinbers reksturs hennar. Mestur stuðningur við opinberra rekstur í tilviki sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva, hjúkrunarheimila og tannlækninga barna. Aukin einkafjármögnun og rekstrarvæðing í íslensku heilbrigðiskerfi á undanförnum árum hefur verið til marks bil, sem stundum talað bil milli viðhorfa almennings annars vegar og stefnu og framkvæmdar í heilbrigðismálum hins vegar. Það ólíklegt að einkarekstrarvæðing heilbrigðiskerfisins bæti árangur þess. Reyndar mjög erfitt að meta árangur í heilbrigðisþjónustu almennt. En þegar menn hafa gert tilraunir til þess ekki hægt að draga þá ályktun að aukin einkarekstrarvæðing hafi bætt árangur þjónustu þátta í kerfinu. Í samanburði við nágrannaríki má segja að opinbera kerfið hafi verið undirfjármagnað. Við sáum þá tölum áður, það mætti færa fyrir því rök ef við erum að bera okkar kerfi saman við nágrannaríkin sem við gerum reyndar gjarnan. Og það gildir þá bæði fjármögnun daglegs rekstrar og eins varðandi innviðauppbyggingu. En í innviðauppbyggingu höfum við staðið okkur illa þegar kemur að heilbrigðismálum. Þá erum við að tala fjárfestingar í tækjum og búnaði og aðstöðu og rými til aðstöðunar. En væntanlega eru breytingar á döfinni þar. Við erum að hækka okkur í innviðaframlaginu til heilbrigðismála með byggingu Landspítalans, nýja, og verður fróðlegt að sjá hvernig þessar tölur bera sér saman alþjóðlega svona í framhaldinu af því. En við höfum verið miklir eftirbátar og sum árin í skýrslu efnahags- og framfarastofnunarinnar þá höfum við verið með lægstu löndum í innviðauppbyggingu heilbrigðisþjónustu, með löndum eins og Rúmeníu til dæmis, ár eftir ár. Þetta hefur verið að breytast, en við erum enn talsvert á eftir nágrannalöndum þegar kemur að innviðauppbyggingu í heilbrigðisþjónustu, samkvæmt síðustu tölum frá OECD. Til að styrkja félagslega heilbrigðisþjónustu, ef það markmið okkar, hvað þarf að gera? Við þurfum auðvitað að efla almannatryggingakerfið og markmið þess verður að vera að halda sem lægstum lyfjakostnaði og sem lægstum komugjöld áfram, eða jafnvel enn frekar. Styrkja heilsugæsluna. Og það gildir einkum í Reykjavík. Við erum með stóran hlut af heimsóknum eins og kom fram reyndar í tölum þarna áður, eldri tölum að vísu, en við höfum verið með mjög stóran hlut af heimsóknum í Reykjavík á einkastofur til
einkum lækna í sérfræðiþjónustu. Og það vel þekkt og það þekkt frá samanburði við önnur lönd, að stór hluti þessara heimsókna gæti farið fram annars vegar í heilsugæslunni og hins vegar á göngudeildum opinberra sjúkrahúsa. Þarna höfum við ákveðna sérstöðu. Bæta aðbúnað sjúklinga og starfsaðstöðu starfsmanna. Sonja minntist á mikið álag. Þetta álag ekki nýtt. Það ekki bara bundið við COVID. Það hefur verið viðvarandi og snýr að mönnun, en einnig að aðbúnaði og öðrum aðstæðum, skipulagi vinnunnar og fleira, innan íslensku heilbrigðisþjónustunnar. Og þar þarf áfram að vinna að eflingu og bættri aðstöðu. Við þurfum að auka líka nálægð þjónustuna, leggja meiri áherslu á að þjónustan nálgist einstaklingana, komi nær einstaklingunum, og þar nefni ég vinnustaðaþjónustu, heilsugæslu í framhaldsskólum sem þarf að efla og sérfræðingsheimsóknir á heilsugæslustöðvar, sérstaklega þá á landsbyggðinni. Við erum að tala þar landsbyggðina. Og koma betra skipulagi á þau mál. Við þurfum líka að auka samfelluna, þetta tengist allt hvert öðru í heilbrigðisþjónustunni, og þar þarf auðvitað aukið samstarf innan á milli stofnana og þjónustaðina. Og það nú einfaldlega þannig að ef því minni ábyrgð sem ríkið ber í heilbrigðisþjónustu, því minni samfellan í þjónustu. Og þetta þekkjum við þegar við berum einkarekstrarkerfin eins og bandaríska kerfi saman til dæmis við norrænu kerfi. Eftir því sem að ábyrgð hins opinbera eykst, bæði varðandi rekstur og fjármögnun, að þá skapast meiri möguleikar til þess að tryggja samfellda og heildstæða þjónustu. Og þess vegna það sem að þarf að setja einkavæðingu í heilbrigðisþjónustu í opinberum heilbrigðiskerfum ákveðin mörk, bæði varðandi einkafjármögnun og einkarekstur. Svo þakka ég fyrir. Takk fyrir þetta, Rúnar. Við ætlum núna að taka á móti spurningum og ég minni á að það er hægt að leggja það fram í gegnum chatið. Það afskaplega afgerandi niðurstöður úr þessari könnun sem Félagsvísindastofnun framkvæmdi, og eins og Rúnar minntist á að þá hún í samræmi við bara þá þróun í afstöðu sem verið í gegnum árin, að landsmenn hallast frekar af því að hið opinbera sjáum rekstur heilbrigðisþjónustunnar, alveg óháð því hvaða þjónustuþætti verið að skoða, þó að sé ljóst að sérstaklega vill fólk sjá opinbera fjármögnun og rekstur á svona þessum stóru grunninnviðum okkar eins og heilsugæslunni og sjúkrahúsþjónustu. En það líka mjög áhugavert að sjá að þróunin svo sama að fólk vilji verja meira fé til þess að fjármagna heilbrigðisþjónustuna. Og ég held að það sé alveg ljóst og líka mjög áhugavert að sjá þessa flokkun niður eftir mismunandi hópum, og ég held að það sé eitthvað sem við tökum vonandi aðeins til umræðu hérna á eftir. En út frá þessari miklu umræðu sem hefur verið núna upp á síðkasti og kannski ekki síst í aðdraganda kosninga, að þá mjög áhugavert hversu afgerandi þjóðin hvað þetta varðar, og þá, eins og Rúnar bendir á, mögulega bil á milli þess sem að landsmenn vilja á móti þess sem að stjórnmálaflokkarnir að keyra fram. Við þetta gerum þá kröfu að stjórnvöld bregðist við og haldi það áfram að auka framlög til heilbrigðisþjónustunnar, þannig að hún standi allavega pari við þau ríki sem við viljum helst bera okkur saman við. En það ekki eitthvað síst mikilvægast að styrkja þessa þjónustu til framtíðar og halda áfram uppbyggingu varðandi heildarstefnumótun til þess að tryggja að uppbyggingin eigi sér stað þvert á pólitískar skoðanir og sé í samræmi við vilja þjóðarinnar. En við erum búin að fá nokkrar spurningar, þannig að ég ætla að setjast inn í sal og Rúnar kemur aftur í pontu og ég ætla að spyrja þig, Rúnar. Já, ég var alveg í þessu. Það spurning hérna frá Stefáni Vilbergsinni, hann að spyrja varðandi kostnað heimilanna. Spurt hvort að gjöldin sem utan við greiðsluþátttöku, þau með í heildartölunni, þar á meðal þau sem lögð á af fagstéttum sem ekki á samningi við sjúkratryggingar, og hann þá meina eins og komugjöld, sérfræðilækna og sjúkraþjálfara. Já, ég kynnti þarna niðurstöðu varðandi heilbrigðiskannanir þar sem ég skoða kostnað.
og bar saman kostnað eftir hópum og skoðaði hlutfall útgjalda af ráðstöfunartekjum, það var ein glæran þarna. Það er heildarkostnaður sem við erum með þar. Og það er óháð reglum endurgreiðslu eða eitthvað þess háttar. Það er raunverulega bara heildarkostnaður vegna allra heimsókna sem tengjast heilbrigðisþjónustu og eins vegna lyfja og tækja og annars búnaðar sem er heilbrigðisþjónustu tengdur. Þannig það voru heildartölur. Síðan erum við með OECD-tölur og þær koma einfallega frá Hagstofu Íslands og í gegnum ráðuneytin og ég þekki náttúrulega ekki einstök smáatriði í þeim sundurliðunum sem eru til á bakvið þessar tölur, koma reyndar ekki fram í OECD-skýrslunni heldur, en það er reynt að hafa þær tölur sem sambærilegastar á milli landa. Þeir hafa lagt mikla áherslu á það innan Efnahags- og framfarastofnunarinnar að reyna að hafa sem sambærilegastan samanburð þar, en hvort að allur kostnaður er nákvæmlega inni í OECD-tölunum, það get ég ekki fullyrt. Og það er hérna önnur spurning, hvaða mörk við sjáum fyrir okkur að þurfi að setja út frá því sem við höfum rætt hérna í dag. Í niðurstöðu glæranniðinu með svona horft til framtíðar. Já, varðandi mörkin í sambandi við einkarekstur. Það er alveg ljóst að versta útkoman væri ef við værum með opið markaðskerfi fyrir heilbrigðisþjónustu. Það hefur sýnt sig í fjöldamörgum dæmum sögulega og til samtímans að ef við erum með opinn markað fyrir heilbrigðisþjónustu þá verður til mikill ójöfnuður. Hann stafar af því að í fyrsta lagi að þá er tilhneiging hjá einkarekstraraðilum að fara inn á stærri þjónustusvæði, það er að segja fjölmennari þjónustusvæði og inn á þjónustusvæði eða jafnvel inn í hverfi í þjónustusvæðum þar sem að tekjur eða efnahagur er sterkari. Þetta er nánast eins og lögmál varðandi frjálsa staðsetningu í rekstrarforma í heilbrigðisþjónustu. Við þekkjum bestu rannsóknirnar á þessu í Bandaríkjunum. Síðan er þetta að stýra einkarekstri og við getum auðvitað rætt það hversu langt við göngum þar. En það eru þjónustusamningarnir sem eru þá tæki eins og að bera til að stýra einkarekstrinum, bæði hvað varðar staðsetningu og þess hvaða þjónusta er veitt. Og við auðvitað stýrum til dæmis heilsugæslustöðvum sem er í einkarekstri með þjónustusamningum. Það er auðvitað frá jafnaðarsjónarmiði og þessum sjónarmiðum félagslega heilbrigðisþjónustu þá er það auðvitað mikið betra að vera með slíka samninga heldur en að vera með opið markaðskerfi þjónustaðila. Jafnvel þótt að við værum með einhver fagleg skilyrði fyrir því að geta rekið heilsugæslu en enga samninga, þá væri það verri staða frá félagslegu sjónarmiði heldur en að gerðir væru samningar með skilgreindum markmiðum. Og þá er spurningin hvaða mörk setjum við? Já, lágmarkskrafan er auðvitað að það séu gerðir samningar, að við séum ekki að reka heilbrigðisþjónustu á opna markaði með þeim ójöfnuði sem því fylgir landfræðilega, tekjulega og gagnvart ýmsum öðrum minnihlutahópum innan heilbrigðisþjónustu sem oft hafa meiri þarfir fyrir hann, heldur en hinir sem væru þá í betra færi til að verða sér út um þjónustuna. Við viljum ekki þannig kerfi, ég held að það sé alveg eindregin afstaða almennings. Þannig að þetta er eitt dæmi mörk að setja slík skilyrði. Hins vegar þarf að bæta eftirlit. Eitt sem hefur komið í ljós í sambandi við þessa samningagerð, það er lítið vitað kostnað og kostnaðargreining þessara rekstraraðila liggur ekki fyrir af hálfu þess aðila sem greiðir sem er hið opinbera. Liggur ekki skýrt fyrir og þetta er upplýsingaójafnvægi sem er ekki gott þegar við erum að hugsa opinber útgjöld. Þannig að þarna vantar meira gagnsæi í samningagerðina og í aðdraganda samningagerðarinnar varðandi raunverulegan kostnað. Svo er eftirlit líka takmarkað á samningstímanum. Það gildir bæði stærri einingarnar og einstakar stofur. Það er takmarkað eftirlit. Ég hefði viljað sjá það meira. Nú svo er þetta alltaf ákveðin ávinningur af opinberum rekstri í því formi að það eru betri færi til þess að búa til samhæfða þjónustu og tengja þjónustaðila saman þegar að rekstrarformið er ekki ólíkt. Og þetta sjáum við líka dæmi. Þannig að við viljum heldur ekki brotakennda þjónustu. Það sem einn veitir voðalega fína þjónustu en bara á ákveðnu afmörkuðu sviði en skjólstæðingurinn þarf kannski fleiri
aðila að borðinu og fjölþættari þjónustu. Þá erum við ekki að ná árangri gæði. Því að gæði, takið eftir því, gæði snúast ekki bara það að einhver Jón Jónsson, ég segjum læknir, veiti svakalega fína þjónustu á sínu sérsviði sem læknir. Gæði þjónustuna snýst það að öllum þörfum hans skjólstæðings sé sinnt nægilega vel. Það eru gæði. Og við höfum dæmi úr bandaríska kerfinu til dæmis, þar sem að veitt framúrskarandi sérhæfð þjónusta á ákveðnum sviðum, en hún brotakennd. Og þar með ekki veitt góð þjónusta, þó að einstakir aðilar geti veitt góð þjónusta á sínu afmarkaða sviði. Og þess vegna segi ég, allt þetta þarf að hafa í huga þegar við setjum einkarekstrinum mörk. Og ég tek undir það sem að Sonja sagði hér, heildstæð stefna sem menn halda við og standa við mjög mikilvæg í heilbrigðisþjónustu. Þannig að það verði ekki til einhverjir geirar sem að bara þróist með sjálfstæðum hætti eins og kom hér fram í umræðum fyrir nokkrum árum þegar að menn fóru að taka eftir vextinum í sérfræðilæknishjálpinni á stofum sem var ekki hluti af opinberri stefnu en fól í sér umtalsverða skipulagsbreytingu í heilbrigðisþjónustunni sem enginn hafði rætt eða skipulagt eða ákveðið og engin samstaða í sjálfu sér var Við viljum ekki þannig þróun út frá þessum félagslegu sjónarmiðum ef við fylgjum þeim, þar að segja. Ég held í grunninn að því að heilbrigðismál hafa verið ofarlega á baugi hjá BSRB til margra ára og það sem maður svona upplifir í þessu samtali að landsmenn eru býsna upplýstir einmitt áhrif og hafa upplýsingar samanburð við önnur lönd, hvernig þróunin hefur verið á opinberum rekstri samanborið við einkareksturinn og það sem að kannski sérstaklega núna ef við stöldrum við af því að viðbrögð okkar við heimsfaraldrinum þau hafa verið þótt eftirtektarverð svona á alþjóðavísu og það ekki hvað síst að mínu mati því að þakka að heilbrigðisþjónustan fyrst og fremst hjá hinu opinbera, þannig að það var hægt að fara í þessa heildarsýn og tryggja samræmda þjónustu og svona, halda utan þetta. Og það auðvitað líka ástæðan fyrir að BSRB undirbyggt af sömu rannsóknum eins og Rúnar vísar til og hefur kynnt áður fyrir bandalaginu að það enginn á móti einkarekstri vegna þess einfaldlega hvaða form það Það vegna niðurstaðna þessara rannsóknir sem að sýna að það ekki endilega til þess fallið að lækka kostnaðinn og það frekar til þess fallið að auka ójöfnuði aðgengi að þjónustu. Þannig að það jöfnuðurinn og gæðin og öryggi sem að leiðarljósið okkar í stefnu bandalagsins. Mér langaði aðeins að spyrja þig, Rúnar, út í betur munin á þessum hópum. Þú fórst býsna vel yfir það, svona út frá kyni og hvar fólk býr og fjárhagsstöðu og svo framvegis, svona út frá mismunandi viðhorfi til rekstursþjónustunnar. Eitthvað annað sem að geti skýrt þessar niðurstöður frekar? Já, við getum kannski skoða hérna aðeins aftur þar sem að ég var að fjalla aðeins áðan. Ef við tökum til dæmis eins og með heilsugæsluna. Það hefur komið fram áður og að koma fram þarna líka að konur standa svona ákveðnar í afstöðu sinni til opinbers reksturs heilbrigðisþjónustunnar. Þetta eru karlar. Nærtækasta skýring sem menn hafa nefnt í þessu sambandi snýr að kannski pólitískri hugmyndafræði og flokkshollustu og hún ólík milli kynja og sérstaklega þessi pólitíska hugmyndafræði að karlar hafa svona sögulega verið heldur hallari til hægri og konur þá hallari til vinstri samanborið við karla og þetta gæti til dæmis endurspeglað það. Konur eru svona lengst af í meiri samskiptum við heilbrigðisþjónustuna sem líka áhugavert. Það snýr bæði að heilbrigðisþjónustu barna þar sem að konur hafa verið í stærra ábyrgðarhlutverki og það snýr auðvitað að meðgönguvernd, fæðingum og ungbarnavernd og smábarnavernd þar sem konur hafa verið í miklu meiri hluta þeirra sem hafa
afla sér eða ná því eða útvega fjölskyldunni í heilbrigðisþjónustu. Og kannski má segja það að jákvæð reynsla af opinbera kerfinu endurspeglist að einhverju leyti þá í þessum mun líka. Karlar séu þá opnari fyrir öðrum rekstrarformum, hafandi minni reynslu af kerfinu. Allavega er þetta niðurstaða sem er mjög algeng hjá okkur og hefur líka komið fram í norrænum rannsóknum. Þannig að þetta er ekki bundið við Ísland varðandi stuðning kvenna umfram karla. Það sem kemur nokkuð óvart er þessi stuðningur við heilsugæsluna hjá umfram aðra menntunarhópa hjá framhaldsmenntuðum. Því oftar hefur það verið í hina áttina. En við sjáum ekki þessa niðurstöðu þegar kemur að tekjum. Því það er lágtekju eða lægri tekjuhóparnir sem eru svona eindregnari í stuðningi við opinbera rekstur heilsugæslunnar. Almennt hafa menn litið svoleiðis á að þeir hópar í samfélaginu sem að svona eiga fremur undir högg að sækja eða sem hallar heldur á félagslega efnahagslega, að þeir svona hafa almennt haft svona sýnt eindregnari stuðning við opinbera rekstur heilbrigðisþjónustunnar. Það hefur svona verið almenn niðurstaða í öðrum rannsóknum. Og það kemur fram svo sem þarna í afstöðunni til opinbers reksturs heilsugæslu til tekjum. Svo er alltaf þessi munur á milli stuðningsmanna pólitísku flokkana og þar má kannski segja að stuðningsmenn Sjálfstæðisflokksins skeri sér nokkuð úr í minni stuðningi við opinberan rekstur. Það er ekki ný niðurstaða heldur og tengist þessu sem ég var að nefna áður með pólitísku hugmyndafræðina því hún er auðvitað ólík á milli flokka. En það breytir ekki því og ég held að það sé ágætt að nefna varðandi flokkana að þessi svona stuðningur við opinbera heilbrigðisþjónustu sem er býsna almennur að hann er eitthvað sem flokkarnir allir þurfa auðvitað að íhuga vandlega í sínu stefnuskrá, myndi ég halda ef að markmiðið er að efla fylgi við málefni flokkana á sviði heilbrigðismála þá er þetta eitthvað sem allir flokkar ættu að taka alvarlega og skoða. Nú við sjáum ennþá eindregnari stuðning varðandi sjúkrahúsin og minni mun þar almennt á milli hópa en það mátti þó greina marktækan mun þarna og þarna eru það framhaldsmenntaðir sem að aftur svona eru heldur hallari þá undir opinbera rekstur sjúkrahúsþjónustunnar og lágtekjuheimilin. Sömuleiðis íbúar á Norðurlandi, það var svolítið athyglisvert hvað þeir voru háir þarna í hlutfallinu miðað við íbúa annars staðar á landinu og gæti verið vísbending líka ánægju með heilbrigðismálin á Norðurlandi og þá sérstaklega sjúkrahúsþjónustuna. Og svo sjáum við aftur þessa flokka sem að styðja heldur við sjúkrahúsþjónustuna og það eru í þessu tilfelli Viðreisn, VG og Samfylking. En sko pólitísk hugmyndafræði skiptir þarna máli hvað flokkana varðar og svo þetta að hópar sem að hallar á í samfélaginu, þeir hafa almennt stutt betur við hugmyndina opinbera þjónustu. Og ég held að það megi kannski þá svipa að segja bara niðurstöðuna varðandi heilbrigðisþjónustuna að það eru hópar sem að konur og þeir hópar sem hallar meira á og hópar sem eru meira vinstra megin í litrófi stjórnmálanna sem að hafa svona meiri stuðning við opinbera reksturinn. Það gildir svona almennt yfir línuna. Takk fyrir þetta. Við eigum 1 mínútu eftir, en svo ég nýtum tækifærið sem er að það langar mig að koma einni spurningu að. Það var að bætast önnur spurning líka á tjattinu, hvort að við teljum of mikla einkavæðingu vera til staðar í dag. En svo langar mér Rúnar að biðja kannski að segja okkur stuttlega svona þitt mat á þessari þróun á viðhorfum. Af hverju hún er eins og hún er til heilbrigðisþjónustunnar? Já, ef við skoðum þróunina þá sjáum við aðeins, eins og ég nefndi áður, það er svona, hefur aðeins dregið úr svona opinberu stuðningi við rekstur þá kannski sérstaklega að nefna heilsugæslustöðva. Þetta er bundið
að mestu leyti við Reykjavík og aðstæður hér. Það varð hér mikil umræða þegar að höfðu hér skipulagsbreytingar í heilsugæslunni, umdeildar en miklar, þjónustusamninga við einkareknar stöðvar og það kann að vera að sú umræða og sú þróun hafi haft áhrif þá á svona einhverjar breytingar þarna í viðhorfum fólks til opinbers reksturs heilsugæslu þjónustunnar. Þá er ég fyrst og fremst að tala um Reykjavík, heilsugæslustöðvana í Reykjavík. Það er svona kannski nærtækasta skýringin, en við getum ekki gleymt því samt að það er yfirgnæfandi meirihluti landsmanna og sem að styður áfram opinberan rekstur heilsugæslustöðva. Þannig að það er svo sem áframhaldandi niðurstaða. Maður er hins vegar alltaf forvitinn þegar það verða einhverjar breytingar á prósentum og þá fær maður að velta fyrir sér skýringum. En það er líka áhugavert út af því þú spyrir um þróun, þá er líka áhugavert að sjá að sko, það er bara voðalega lítið fylgi við það að það séu fyrst og fremst einkaaðilar sem að standa rekstri á heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Og talandi um þróun, þá er engin sérstök þróun í því, það er bara þannig, meira og minna. Og það er líka áhugavert. Ef að stjórnmálaöfl ætluðu sér að keyra á þeirri línu, sko, þá myndu þau fá bágt fyrir. Það liggur fyrir í þessum niðurstöðum sem eru mjög, mjög afgerandi. Það er svona örlítil stemning að verða að nokkru, getum við sagt, fyrir blönduðu rekstrarumhverfi. En ekki þegar kemur að stærstu rekstrareiningunum, svona í vissum rekstrareiningunum. Og ég nefndi þarna einmitt heilsugæslustöðvarnar í Reykjavík í því sambandi, sem endurspeglar einhver leyti þá þróun sem þar hefur átt sér stað núna í gegnum síðusta, eða heilbrigðisráðuneyti sem sagt Kristjáns Júlíussonar, þar sem að lögð var áherslu á þennan þátt, sérstaklega einkarekstur heilsugæslu. En svona heilt yfir að þá er þessi stuðningur býsna afgerandi við opinbera reksturinn og það er kannski svona megin atriði í þessu. Og félagsleg heilbrigðisþjónusta, hún er eitthvað sem að langflestir landsmenn er að kalla eftir og vilja sér við haldið, sko, við getum orðað það þannig. Í þeirri merkingu þá að hið opinbera beri ríka ábyrgð, bæði á fjármögnun og rekstri heilbrigðisþjónustunnar. Fyrir þetta og spurning hvort að ég taki afstöðu BSRB hérna í lokin varðandi einkavæðinguna og þá er það stefna BSRB að almannaþjónustan og þar með heilbrigðisþjónustan sem fyrst og fremst rekin af hinu opinbera og það sé sömuleiðis farið í það verkefni að vinda ofan af einkavæðingunni sem hefur átt sér stað undanförnu. Það eru þetta mikið áhyggjuefni eins og Rúnar hefur komið mjög vel inn á hérna í dag, þegar að stjórnvöld missa möguleikann á að beita viðeigandi stjórntækjum til þess að ná markmiðum sínum varðandi öryggi og gæði þjónustunnar, en líka hvernig þau eru að forgangsraða fjármunum í þágu þjónustunnar. Og þegar það kemur svona ógagnsæi sem að getur fylgt þjónustusamningum og var bara síðast til umfjöllunar í kvöldfréttum í gær, að þá þarf að bregðast við með afgerandi hætti. En við erum runnin út á tíma. Ég vil þakka Rúnari kærlega bæði fyrir erindið og rannsóknina sjálfa og hans innlegg hérna í dag og þakka ykkur hundagestum fyrir þátttökuna. Takk fyrir mig.